Já, komið sæl. Það var nú afar leiðinlegt veðrið á landinu í dag, ekki síst á vestur hluta landsins, þar sem að var mjög svo þungbúið og í rauninni suddi nokkuð víða. Bjartara yfir eða öllu heldur þurrara austanvert landið en vindur var kannski svona í aðalhlutverki hjá okkur í dag, þar sem að var afar hvasst á köflum eins og fréttir bera kannski með sér. En hvað varðar svona stöðuna, þá erum við náttúrulega með hæð hér langt suður í hafi sem er svona að hafa takmarkað gildi fyrir okkur en svona frétt dagsins var nú einn og helst bundin þá við þessa kröppu lægð sem fór hér norðaustur yfir landið og er að valda þessum vindi og úrkomu hjá okkur. Og við sjáum að lægðina, hún leitar nú áfram til austurs og það svona smá saman dregur úr vindi og svona veikur hæðarhryggur sem byggist upp á morgun, öllu skaplegra veður því á morgun hjá okkur, en næsta lægð reyndar stutt undan og hún svona áhrifa hennar fyrir að gæta þá aðra nótt, skil þennar ganga yfir fyrirpart, yfir suðvestanvert landið þá fyrirpartina á laugardaginn. Og svona í dag var nú svona nokkuð milt á landinu, var svona aðeins að sljákka á hitatölunum til morguns, eilítið kaldara loft sem kemur inn, en svo mun næsta lægð bera hér að hlýra loft aftur úr suðri. Gætum jafnvel séð 20 stiga hita norðanlands þá á laugardag. En hvað varðar svona stöðuna, það hafa verið gula viðvaranir í gildi víða í dag og var full ástæða til þess, en það er að dragast þessi úr vindi og síðasta viðvörun hún rennur þá úr gildi á miðnætti og það er á Suðausturlandi, það er tínatölunni hver af fætur annarri í öðru landshlutum svona þegar líður á kvöldið. En það svona að draga úr vindi en þó nú víða þetta nærri 10 metrum á sekúndu og hvassari þessi stendur á fjöllum hér suðaustanlands, eitthvað fram á nóttina og þungbúið svona mestuleit á vesturhelmingi landsins og getur rignt víða í kvöld og í nótt. En ætti að vera þurrt á Suðausturlandi og Austfjörðum og þar getur jafnvel verið nokkuð bjart yfir. Við sjáum að staðan er mun betri hjá okkur þá í fyrramálið, þá vissulega sé ennþá svona skýjað og jafnvel þungbúið á bæði vestur og norðurlandi og getur verið að rigna þar í fyrramálið, sérstaklega þá norðanlands, síður á vesturlandi en bjartast í fyrramálið á Suðausturhorninu þar sem að hiti verður jafnframt hæstur. Og ef eitthvað þá svona dregur enn frekar úr vindatölum þegar líður á daginn, hér erum við komið klukkan 16 á morgun og við sjáum að það eru svona ágætis veður heilt yfir á landinu, úrkomuflekkir helst bundnir við fjöll landsins og hitinn getur farið að slagi þetta 18-19 stig á Suðausturlandi en verður svona nær 10 stigunum bæði norðan og vestanlands. En næsta lag kemur síðan inn þá á laugardaginn og hér erum við stöðuna á laugardagsmorgun, þá eru skilið svona við það að renna í gegn hér á suðvesturhorninu, þar sé nýfarin yfir höfuðborgarsvæðið og fer þá svona draga úr úrkomunu þar og sem á annars staðar á því svæði, en það getur rignt nokkuð drjúgt úr þessum skilum þegar þau fara norðaustur yfir landið og stinningskaldi svona undan skilunum. Og það dregur kannski ekki svo mikið úr vindi þegar líður á daginn en úrkoman verður öllu slitróttari, það er svona helst þá hér á suðaustur og suðurlandi þar sem er rigna svona nokkuð drjúgt á köflum en það getur einnig gert það í fjallendinu hér vestanlands þegar líður fram á morgundaginn. En ágætis veður á Norðurlandi, bæði hægari vindur og hiti geti verið að slaga þetta í 20 stigin þá sérstaklega á norðausturhorninu, já. En síðan svona verður við í suðvestlægri átt þá á sunnudaginn og það verður þungbúið hjá okkur bæði sunnan og vestanlands og getur rignt töluvert þar, allan á svona öðru hvoru getum við sagt, þurrt að mestu á norðausturhorninu og hitinn sem fyrr geti nú verið að fara í þetta 19-20 stig. En síðan er svona spár að benda til þess að svona þegar líður eða er komið fram yfir helgi þá svona lægðabreytin heldur að færast til austurs þannig að lægðinni séu að koma meira upp að austurströndinni eða jafnvel enn austar en það og við sáum hér á mánudaginn að þá er norðaustlæg átt í þessum mun rigna á austur og suðausturlandi en væntanlega þurrt að mestu þá hér vestan til á landinu og jafnvel sól og köflum en við skulum segja þetta gott að vera í bili, verið sæl.